þú gerir sprautifíkli ekki gott með því að gera líf hans í neyslu þægilegra og bærilegra og eitthvað, að það, þú getur þess vegna bara haldið honum inn í því, sko. En þú veist, og þetta ég veit ekki, þetta kannski eitthvað jarðsprengjusvæði. Þú ert nú vanlega ekki hræddur við það. Nei, en þú veist, þú verður náttúrulega, en svo veist, það verður náttúrulega, þetta náttúrulega bara manneskjur, skilur, og þetta þú veist, það einhver saga þarna bak við og það einhver þjáning og ég held að besta leiðin til þess að hjálpa þeim til þess að rísa úr þessum viðbjóði öllum saman sé ekkert endilega að gera lífið þeirra þægilegra, eitthvað svona allavega ekki upp að það einhver takmörk fyrir því, skilur, hvað skal gera og ég held bara, þú veist, sko, Víkill, og ég get bara tala út frá einreynslu, hann þarf svolítið að upplifa að það sé allt búið, að það ekkert eftir, skilur, að það sé bara komin út í horn og bara sé bara tilbúin til þess að veifa hvíta flagginu ég búinn. Varst þú komið þangað? Ég komið þangað, ég búinn að reyna, þú veist, ég búinn að vera bara inn út meðferðum í 10 ár og það var bara svona augnablik bara, heyrðu Jesú, ég get ekki horft á sjálfum mig lengur, ég get ekki meir, getur bara leyst mig úr þessu og Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.